Halldór, þetta var dálítill leikur undir lokin, en þið mistu aðeins frá ykkur í fyrsta leikluta. Hverju breyttuð þið til þess að komast aftur inn í leikinn? Bara mættum í leikinn og mættum í aðra leikluta sem var bara einn leikluta of seint. Og við bara lítum á bara eins og þetta væri þeirra heimvöllur hérna. Þeir mættum með því líka orku og náttúrulega fóru ykkur skotdóri sem við vorum kannski ekki alveg að reikna með að vera að fara ofan í. En það er svona þegar maður spilar ekki 40 mínútur þá náum við ekki að vinna leikinn. Þannig að stórt hrós á Vestra að setja saman betur leikinn við hérna. Þá var það þetta tímabil lokið. Ertu svona að byrja að hugsa hvernig þú ætlar að breyta eitthvað til á næsta? Fá nýja leikmenn, eru svona halda áfram með unga liðið, svona hvernig ertu að hugsa það? Við viljum bara halda áfram þetta tímabil var til þess að gefa mönnum eldskírteini. Við erum klúbbur sem hefur valið á fullt á ungu góðu leikmennum. Við þurfum að hugsa út í það. Við getum ekki verið að hlaðinn alltaf einhverjum leikmennum og vera með fullt á talenti hérna, vinnandi eða mjög mikið af einhverjum titlum í yngri flokkunum. Það verður að fara að skila sig með meistaraflokk og þetta er planið og við lifum og deyjum með því núna og vonandi bara skila sig á næsta ári. Við auðvitað vissu alveg að þetta er brösalt tímabil hérna við strákar sem eru flestandi fæddir á þessari öld. Við erum með einn strák Íslendingar sem er fæddur 99. Hann er elsti maðurinn í liðinu okkur hérna og þannig að þeir fengu bara mikilvæga reynslu hérna í vetur. Við vorum ofta fullt af leikjum sem við vorum í hörku leikjum sem við hefum getað klárað. Þannig að við erum bara á þessari stefnu og höldum áfram með hana. Áfram með þetta bara? Já. Glæsilegt, takk fyrir það.